Komið sæl og verið velkomin í podcast Kopp.is. Við erum að taka hérna í júlímánuði fyrsta þátt þessa mánaðar og það svo sem ekki brjála mikið að frétta Liverpool en við ætlum svona að fara yfir það sem búið að gerast í sumar hjá bæði Liverpool og öðrum liðum í deildinni. Og hérna með mér á línunni til að ræða þetta eru Kristján Alli, sælir. Blessaður. Og Sigursteinn, þú ert mættur. Jú. Og sjálfur heiti ég Einar Matthías. Heyrðu strákar, þetta við klunum bara að vinda okkur beint í það sem hefur gerst frá því að við töluðum saman síðast að það er búið að klára Mohamed Salah, það er staðfest stærstu kaup Liverpool frá upphafi svona með við kaupferð og bara byrja þér Steini, hvernig líst þér á Salah og er þetta statement í þeim anda sem við vorum að vonast eftir svona fyrir sumarið? Já, ég veit ekki hversu oft ég hef röflað það í podcasti að það vanti hraða í þetta lið og auðvitað kom mikill hraðinn með Sadio Mane en ég verið óþreytandi að minnast á hvað vantar þarna inn og þetta er líklega hraðasti leikmaður sem hefur spilað fyrir félagið. Þannig að ég held að þetta sé bara nákvæmlega svona eitt af þessum auka pústur sem við þurftum í þetta lið. Það er bara maður sem er með mikið sprengikraft. Þetta er gaur sem við erum búin að vera að fylgjast með mjög lengi. Hann fer þarna til Chelsea í millitíðinni og setur þetta svolítið niður, örugglega í huga flestra, en síðan er hann búin að vera algjörlega brilliant hjá Róma og Róma er nú ekki lítið klúbbur á Ítalíu þótt að Ítalía er búið að vera samt á uppleið núna eftir mikla niðursveiflu lengi. Þannig að ég held að þetta sé alveg bara akkúrat púsl sem okkur vantaði þannig. En er ekki svolítið vanmetið Steini hvað við erum að kaupa núna einna bestu leikmönnur Róma. Ég meina, Róma var bara í titilbaráttu Juventus og Juventus er bara lið sem var í úrslitum meistaradeildarinnar. Þú veist, þetta er ekkert lítil kaupa. Ég meina, mér finnst svolítið eins og ef hann hefði aldrei farið til Chelsea þá væri hæpið miklu meira í kringum þetta núna. Ég held að það sé einmitt alveg hárrétt hjá þér og þetta var lykilmaður hjá Róma og eins og þú komst inn á þegar vorum að fara að yfir þetta saman fyrir þáttina að Róma á ríka eigendur og þeir eru ekkert nauðbeygðir til að selja. Þannig að þetta eru risakaup, alveg bara verulega stór kaup og það sem að mestu máli skiptir í mínum huga að þetta eru akkúrat, auðvitað getur maður ekkert séð fyrir hvernig hann mun fitta inn og smella inn í þetta en fyrirfram er þetta akkúrat kaup sem að mér hefur langað að sjá mjög lengi. Maður með mikið sprengikraft, mikið hraða, að vera með hann jafnvel hinum megin á móti Mane, ég hlakka til að sjá. Talandi þetta, Kristján, og kannski ef þú vilt ykkur bæta við þetta frá Steina, hvar heldur hann komið til með að koma inn í liðið og við vitum að þetta er ekki bara eitt fast byrjunlið en gefum okkur það, við ætlum að reyna að stilla upp okkar besta liði. Hvar sjáum við hann koma inn og þá fyrir hvern? Það lítur mjög svart og hvítt á þetta. Já, það verður spennandi að sjá hvar Klopp stillir honum upp í fyrsta leik ef við gefum okkur að allir séu heil og verði klári í slaginn og blaðamenn hafa sagt að það sé búist við að Sadio Mane verði klári í upphafi tímabils og ég meina að fyrir mínu og Sturridge eru heili líka og Coutinho og þarna. Maður myndi halda hann hefur yfirleitt spilað þarna hægra megin en hann getur spilað fram og hann getur spilað vinstra megin. Hann er náttúrulega örfættur og ég held að Klopp er náttúrulega, þetta er rosalega Kloppleg kaup, ekki bara í því að þetta er sóknarmaður með hraða, heldur að þetta er fjörlegur sóknarmaður, eins og Mane, eins og Firmino, hann vill hafa þessa gaura þannig að þú vitir aldrei hvað hann er koma. Það segir okkur, sagði til dæmis á síðustu leik, því ekki alltaf alla söguna að Firmino byrjaði fram í einhverju liðsuppstilling og Mane var út á kanti og Coutinho út á hinu kantinum. Oft voru það Coutinho og Mane sem mætti inn á tegin og kláruðu dæmið. Og eftir að Firmino var búin að draga menn út á stöðu að taka einhvern þrýning við það eða hvað það er, Þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig hann hugsar ef allir eru heilir í fyrsta leik, þá kannski sjáum við það. En ég held að það skipti ekki öllu máli hvort hann setur hann út hægri og Mane vinstri eða öfugt eða hvað það er. Ef við gefum okkur að þeir þrír byrji saman að öllu líkindum Firmino, Mane og Salah og þá væntanlega færist Coutinho fyrir aftan hann sem að kannski eru þá aðalega slæmafréttir fyrir Adam Lallana myndi maður halda, svona með að við okkar 3 manna miðju á síðustu leiktíð. En svona til að bæta við það sem Steini segir,
ég lít eiginlega á það að hann skulle hafa komið til Chelsea og floppa þar sem smá bónus því að maður sá það mjög sterkt frá honum Sala þegar að þeir voru að semja við hann og allar fréttir voru að koma að hann væri mjög ólmur í að koma til Liverpool sem hann náttúrulega og hann sagði það sjálfur svo þegar hann komið til Liverpool í viðtalinu að hann beið á sínum tíma eftir Liverpool en það gerðist ekkert að því að menn drógu fæturnar svo komið Chelsea bara inn og buðu upp sett verð og þá eiginlega svona sagði hann bara heyrðu ok, annars stórlið býður í mig en hann var búinn að bíða eftir Liverpool þá mjög spenntur og svo fyrir þeim svo fer hjá Chelsea og ég held að þú þurfir að alveg sérstök tegund af fótboltafræðingi til þess að halda að það hafi bara verið honum að kenna við vitum hvernig ferilska Mourinho að fara með þessa vængsóknarmenn ég meina menn eins og Arjen Robben og Damien Duff og Joe Cole floppuð hjá honum og svo hann búinn að vera að láta að fara núna undanfarið Kevin De Bruyne og hvað heita allir þessi gæjar hann dílar ekkert vel við þessa gaura en við erum að kaupa þarna líka 24 ára mann sem var ólmur í að koma til Liverpool og ólmur í að koma aftur til England og sanna sig greinilega með svona ákveðna grimdi við að koma aftur eftir að það talaði mann sem eitthvað flopp á Englandi en af 24 árum þá voru þetta drengur sem líka með meistaradeildarreynslu með allavega 3 klúbbum og hann fór í undanúrslit Evrópudeildarinnar með Fiorentina og var svona eiginlega aðalsbrautan í því þegar hann var á láni hjá þeim. Hann búinn að spila á Ítalíu, í Sviss og á Englandi. Við gætum eiginlega bara á pappír ekki beðið betri pakka fyrir þetta verð og þessum aldri. Bara vertu velkomin. Nákvæmlega. Steini, ég held að svona til að bæta við vonandi stöðuna, ég held að Klopp sé alveg klárlega að hugsa hann vinstra megin. Það hefur verið langmesti hringlandi hátturinn með þá stöðu svona þegar hann með á sínu besta liði, þannig að ég held að sé klárt að hann sé að hugsa hann svona vinstra megin svona kant frammeir. Já, en aðalatriði Steini samt það að hann getur, þannig til dæmis maður sem getur kóverað fyrir fyrir Sadio Mane án þess að það veiki liðið að ráði og þetta maður sem getur þess vegna kóverað frammi og Coutinho fer það bara á kantinn þú veist, Klopp komið með brjálaða valkosti bara í að bæta þessum eina manni við. Engin spurning. Klart. Steini, Auk Sala komin ágæti svona Moneyball kaupi í svo langt frá Chelsea, þar sem ég velta aðeins fyrir mig þar. Þú veist, á hvaða forsendum heldur að Klopp hafi selt honum Liverpool? Þetta strákur sem fer frá Chelsea utan fær aldrei séns, heldur hann fá hann hjá okkur og þá kostnaði hverra? Ég held að það sé ekki að kostnaði neins, ég held að bara Klopp getur sýnt fram á þá bara að ungi strákar hafa verið að fá sjansinn og ef þeir standa sig þá fá þeir áfram sjansinn. Ég meina, þessi gaur veit örugglega alveg að hversu gamall hann og hversu reynslulítill hann en hann veit líka hversu mikið af sjans sem hann hefur fengið hjá Chelsea sem bara 0. Þannig að ég held að Klopp þurfi ekkert að selja neitt meira heldur en það að bara ungir leikmenn fá sjans hjá honum og standið sig þá fá það meiri sjans og bara spilatíma og geta komið inn í lið. Þannig að ég held að sé ekkert mikið flóknara það og ekkert meira baki þess og síðan fær hann bara uppgreita samning frá Chelsea og meiri vonum að spila og samt hjá stórum klúbbi. Ég held að þetta sé ekkert, dýpra en það. Heldur að Kristján þetta til dæmis hafa ykkur áhrif á Ings og jafnvel og Ríki eða Woodburn sem að hafa svona? Þeir segja að Klopp sé ennþá harður og Ings muni fá tækifæri en jafnvel þó Ings byrja eitthvað að æfa í haust aftur að þá held ég við varum brjálæðir ef við fáum að sjá hann eitthvað fyrir en bara í bikarnum í janúar. Ings sem mættur ekki bara í dag á æfingu núna bara. Jú, en hann ekki byrjað að sparka í bolta, held ég. Það var ekki? Nei, en ég held að sé bara fullur æfingu. Þá það bara samt í fyrsta lagi deildabikarleikur hjá honum, ég held að menn taki enga sensa. En ég sé hann strák fyrir mér, menn á að vera að tala svolítið að hann fari jafnvel á láni eða þú veist, verði í einhverju 23 ára liðinu eða eitthvað ég veit, en ég sé það ekki fyrir mér að hann hafi valið að fara frá Chelsea og ástæðan þar klárlega bara svo að hann var ekki að koma stað og fá neina sensa til þess að koma til Liverpool og fá enga sensa hér heldur mesta vitur, þá að hann alveg geta verið kyrr. Þannig ég held að Klopp hefur örugglega ekki lofað honum eitthvað að þú fær 10 leiki eða eitthvað, hann bara sagt við hann, þú ert bara hugsaður sem einn af 4 strækurum hjá mér, ég með Firmino sem væntanlega byrjar tímabilið frammi, svo ertu með Sturridge þangað til annað breytist, hann kannski fer og annað kemur inn en annars það Sturridge og svo Origi og Solanke og Ings síðan svona jókerinn í þessu sem getur blandað sig í þetta vetur. Ég held að Klopp hafi bara sagt það, bara komdu til okkar, ég með eins og Steini segir, trakkar ekkert að gefa ungu strákunum sjans og
og bara earn your place og hún mjög lítið stölu það. Nákvæmlega. Þetta allavega það sem staðfest hjá okkur í sumar og það nú vægast sagt hægt að segja að slúðrið sé í fullum gangi núna og sérstaklega í þessari viku. Við náttúrulega erum að það er fyrsta æfing í dag hjá liðinu og Klopp svona nálægt að drepa mannskapinn og ekki að segja að Kristján að Keita orðum að það sé búið að taka svolítið kipp í þessari viku og það er alltaf ljóst að Liverpool gríðarlegan áhuga á þessum leikmanni og bara ef við gefum okkur það að það sé þessi áhugi og við náttúrulega vitum að þeir eru búin að reyna að kaupa miðjumann en hvernig heldur þessi saga endi? Heldur þetta? Ég held að sé ekki tilviljun að slúðrið í kringum leikmann eins og Keita eykst þegar að liðin víða Evrópu og náttúrulega Englandi og Þýskalandi byrja að mæta núna aftur til æfinga í þessar næstu viku og bara almennt hefur mér fundist svona eins og Twitter og annað slúðrið verið aukast síðustu 2 daga í gær og á mánudag og í dag og það er bara því að liðinu kom til æfinga það er auðveldara fyrir fréttamenn að hafa kannski púls á þegar að leikmennirnir og fyrir vikið margir umboðsmenn og annað slíkt eru komnir á svæðið í staðinn fyrir að vera dreifðir út alla veröld og það er auðvitað að hafa svona, þú veist, eitthvað tangarhald á því hvað er í gangi. Þetta Keita-dæmi, ég meina, erum við ekki sömu stöðu þar og við vorum með Van Dijk. Hann virðist vera búinn að samþykkja að koma til Liverpool og nú á Liverpool eftir að semja á Leipzig og það tók 3 vikur með Roma eftir að við fengum fréttir af því að Liverpool væri búin að ná endum saman með Salah og það var 3 vikna bið þar, þannig að ef við erum að tala dagur 5 eða eitthvað síðan að menn sögðu frá því að Keita væri búin samþykkja í gangi til þessi Liverpool og þá er alveg ljóst að við getum alveg þurft að bíða rólega í 2-3 vikur viðbútt og svo þessi Van Dijk saga kannski eitthvað eftir að rúlla áfram það virðist ekkert benda til neins annars en að Liverpool menn séu bara svolítið að bíða eftir að hann geri eitthvað til þess að rúlla boltann með stað þannig að við getum þurft að bíða svolítið rólega núna þetta virðast vera þessi 2 leikmenn sem Klopp vill og þeir virðast vilja að koma til Liverpool og nú gæti þess að þurft að bíða fram í ágúst til að sjá hvort að þetta hefst eða ekki. Steini, nú að þú þýska frænku, heldur að þannig að þú ert nokkuð vel inn í markaðnum hann, heldur að þetta gerist? Hún Gertrúd. Gertrúd. hún hitti leigubílstjóra sem var með þetta alveg á tæru. Ég held að við þurfum að slaka þess á í þessu að því að það er klárlega áhugi og það er klárlega verið að vinna á fullu í þessu. Ég man ekki hvort það var Didi Hamann eða hver það var sem sagði í vikunni að svona stórir dílar eins og þarf til að taka inn hennar strák, þeir taka bara tíma. Þetta eru mjög stórir og flóknir samningar og viðræður, þannig að þetta tekur bara tíma. Ég held að það sé náttúrulega fullur áhugi frá honum, bæði honum og okkur að klára dílinn. Það er aðeins minni áhugi hjá Leipzig. Heldur en hjá hinu 2 aðilum að klára þetta en þegar 2 að 3 aðilum eru svona harðir á þessu og þá hugsa ég og peningamenn í spilunum hinum meina þá ná menn samkomulagi, ég trúi ekki öðru en þetta gæti dregist á langinn en ég ætla ekki að þekkja hennan leikmann mikið en með það sem maður les og svona hann og maður er búin að lesa meira hann þá er þetta bara alveg gargandi passlegur maðurinn á miðjunni hjá okkur sem að Einar held ég hafi öskrað mest á síðustu árin. Þannig að þetta var í kærkomið viðbót. Já, það má kannski að því eins og Steini kemur inn á þessi dílar taka tíma. Við munum hvað gerist til dæmis með Pogba í fyrra. Það var eiginlega öllum ljóst frá með páskum að hann var á leiðinni til Manchester United. En það gerðist ekki fyrir en bara upp á miðjum ágúst einhvern tímann. Það var svo seint þar. Já, svo stóru dílar taka tíma í dag og ég meina Gareth Bale var svona líka, Tottenham voru í rauninu búin að eyða Gareth Bale peningunum áður en að hann kom inn, áður en að hann fór út sko, því að það tók það mikinn tíma, það var náttúrulega með Salah á sín tíma, sjáu hvað er að gerast með Lukaku, það virðist vera nokkuð ljóst að hann er frá Everton og Everton er klárlega að byrja að eyða Lukaku peningunum en það bólar ekkert á því ennþá einu sinni hvert hann stefnir þó svo allir kannski veðja á Chelsea og þetta er bara það sem er í gangi menn Arsenal kláruðu Lacazette ekki fyrir í dag og samt og það er klárlega það sem þeir hjóluðu fyrst í leið og bikarsigurinn var í höfn þarna fyrir 6 vikum eða eitthvað síðan og stóruliðin í deildinni eru voða lítið búin að gera við rættum City í síðasta þætti vorum eitthvað hlæja því þeir voru strax búin að kaupa 2-3 leikmenn svo er ekkert gerst eftir það hjá þeim þessi hluti taka tíma bara.
Skipti vermiðin einhverju máli Steini og Keita hérna segjum að sé 70 milljónir eins og kvótað núna. Þau verður ykkur ágjör af því. Auðvitað skiptir vermiðin máli, ég meina, menn keppast nú til að segja bara, herði, þetta eru ekki okkar penningar, en in the end þá þetta liðið okkar og við vitum það alveg að það ekki ótakmarkuð auðlind sem peningarnir Þannig að auðvitað maður að pæla í peningunum, hvað fer mikill hluti af budgetinu í hver kaup og hvað verður eftir til fleiri kaupa. En mér hefur sýnst það og bara það sem maður hefur heyrt að FSG, þeir eru bara tilbúinir með peningarna ef á þarf að halda og ég svona, já, vil bara trúa því að ég efast að þetta fari upp í 70 milljónir punda en ég gæti alveg trúa að við varum að setja nýtt met, einhverjar 50+ milljónir punda í einu leikmann og vonandi getum við klárað þessa fyrst en ég hef sjálfur sér ekki áhyggjur af vermiðanum en við hljótum samt alltaf að þurfa að spá í hann. Segjum svo þetta gerist bara sama pælingu með Sala Steini. Á hvaða leikmann hefur þetta mest áhrif? Þú veist, hver svona mestri hætt úti þegar þetta alltaf leikmann sem hugsaður í byrjunarlið og til að styrkja byrjunarlið? Ég hugsa að hann taki náttúrulega þessa stöðu aftast á miðjunni sem hefur verið smá vandræði með. Ég meina hann er ekki varnartengilur, hann er frekar framlíkjandi. Ekki það sem ég hef lesið að þá er hann svona svolítið kante típa sem er svolítið vel hreyfanlegur en á svona verja vörnina. Það er allan það sem ég hef mest lesið sko. En enn og aftur, ég ætla ekki að þykjast hafa fylgst með þessu manni mikið og ég bara efast að hafa séð einn einasta leik með hann. Þannig að, en ef að það rétt eins og maður hefur lesið það, hann sé svona ekkert ósvipað kanti, þá var það drauma leikmaðurinn sem við vildum fá og það myndi geta ítt bara hinum bara aðeins framar á völlina því að mér finnst enginn af þeim Henderson eða Can eða Wijnaldum vera í sinni bestu stöðu þarna fyrir fram á völlina og kofara fyrir hana. Hvað heldur þú, Kristi? Ég held reyndar að þetta sé ekki alveg rétt, ég held að Keita sé einmitt alls ekki hugsaður sem aftastur sko, heldur meira svona box to box en maður veit það ekki sko, það er allavega menn á eitthvað verið að gera grína þessum samanburði við Kanti ég veit ekki, eins og Steini ég valdi sér leik með honum, eða kannski einhvern eitt leik með Leipzig án þess að taka sérstaklega eftir honum á hann og fór orðan við Liverpool einhver þýsku blaðamaður sagði einhvern tímann að hann væri eins og Michael Essien eða Adam Lallana með sprengikraft og ég hef svona einhvern veginn haldið með það í hálft ár núna, mér finnst ágætislýsing á því sem ég sé á YouTube og annað. Ég býst ekki við að þetta sé einhver maður sem að fara að koma og sitja og stjórna spilinu, hann virðist vera það mikill svona runner með boltan og kraftur í honum. Ég veit ekki ef við að orða þetta eru bara fyrst og fremst sko fréttir fyrir Klopp ef hann kemur og þá erum við að bæta valkostina í miðjustöðurnar alveg samkorta. Hvað af þessum þremur á miðjunni það við getum kannski sagt að þetta séu slæma fréttir fyrir Lallana eða eitthvað, þú veist, ef að Coutinho bara færi sinna á miðjuna og Naby Keita kemur fyrir aftan þá allt í einu Gustarum Lallana og Wijnaldum og Emre Can, þeir ekki jafn greiðan aðgang í byrjunlið og ég meina Henderson náttúrulega ekki heldur. Já, hvað með fyrirliðan? Heldur þessi verið að gefast aðeins upp á honum? Hann hefur varla verið heill síðan að Klopp tók við, sko? Nei, það er enginn að gefast upp á honum, en eins og við tölum í vor, að þá bara einfaldlega verið að plana lífið án hans. Hann verður bara að fá að vera bónus þegar hann heill. Við vitum að hann í byrjunarliðinu þegar hann upp á sitt besta. Ég ekki sjá að Naby Keita breyti einhverju þarum með fyrirliðan í liðinu, sko. En við getum bara ekki planað og gert ráð fyrir að hafa hana í 70% leiki eða meira í vetur. Það er bara ekki sendist. Síðan verðum við bara að horfa á það. Við erum að fara í meistaradeildina og við förum bara ekki inn í tímabil með önnur eins þunnildi á bekknum eins og var á síðasta tímabil. Við verðum bara að fara að búa til breidd og það er ekki nóg að búa til breidd bara með fjölda leikmann. Við verðum að hafa gæði í leikmannahópnum. Þannig að ég er að vonast til að svona gaur, hann komi til með að ýta alveg eins og þið segið, Henderson, Can, Wijnaldum, Lallana á bekkin í einhverja leiki. Hversu öflugt er það að fá ferskan Lallana hinn á bekknum eða Can eða Henderson ef það þarf að gera eitthvað nýtt. Og fá þess að samkeppni. Já, þetta hefur bara vantað. Þannig að ef það kemur ljós næsta vor, þú veist til dæmis Lallana eða Can eða einhver ekki nógu góður til að komast reglulega í liði með eitthvað samkeppni, þá það bara maður sem fer næsta sumar. Þannig samkeppni.
Sko, við bara höfum bara ekki það lúxusvandamál að vera að velta okkur upp úr því hverjir eiga að fara. Það er í dag. Við þurfum bara að velta okkur upp úr því hverjir þurfa að koma til að auka þessi gæði og auka breiddina. Ég er ekki að tala um hverjir fara, ég heldur meira að spá í svona hver væri þá líklegur til að detta á bekkin eða þú veist, ég sko gjörsamlega sammála þetta myndi auka breiddin í liðinu en maður svona, þetta áhugavert að pæla í því hvernig hann tæki út í rauninni, þetta var svo fastmótað á síðast tímabili að allir voru heilir. Ég er bara loksins og þá bara ef ykkur er ekki að performa, þá bara fer hann á bekkin. Ég framan af vetri fyrra hefði ég allan tíma vilja bara hafa haft Can á bekknum. Ég hefði líka síðan viljað á tímabili að sjá Wijnaldum bekkjaðan og í svona seinni hlutan á tímabilinu var Lallana ekki að skila sín. Þannig að bara, það er erfitt að segja bara já, þessi ert að fara að víkja fyrir Keita. Við þurfum bara, ég held að Klopp sé að leita eftir því að geta verið bara með þá inn á sem eru þá bara virkilega að performa hverju sinni. Það er ákveðlega. Hérna Kristján, aðeins að slúðurinu áfram, sko, sá vinstri bakvörður sem hefur hvað mestur orðavökur núna er Andy Robertson hjá Hull. Verður sáttur við hann til dæmis í staðinn fyrir Moreno eða eru við að miða á lágt? Hvernig horfir í það? Menn að skrifa vel hann sko og reyna að tala hann eitthvað upp en ég treysti því ekki alltaf þegar eins og þetta með skotir annars vegar og hérna bresku miðlarnir og annað, ég meina, maður veit aldrei. Ég gerði mig far að reyna að horfa sem minnst á liðin svo Hull á síðasta vetri, þannig að ég bara veit ekkert hann. Ég held að ef Klopp vill fá hann og hann vill koma og það er leikmaður sem kemur til Liverpool, þá er það klárlega eitthvað sem Klopp vill nota meira heldur en Moreno og þá er það jákvætt, þó ekki annað. Þetta er svona strákur sem að kom, hann var mjög spennandi í spennandi döndi í liði fyrir nokkrum árum en ég myndi þetta Hull múf hjá honum svona. Ég væri líka spennandi bakur í skosku deildinni, það segir ekki neitt. Ég er þetta ekki sammála því sko, ég held að þú værir alveg til skammar í skosku deildinni en nei, hann kom aðeins til þegar kom þessi þjálfari á Hull þá batnaði bæði leikur Hull-liðsins og hann kom aftur svona inn í umræðan eftir 3 held ég erfið ára en hann er búinn að spila alltaf eða ennþá á góðum aldri þess vegna svona maður skilur þessa umræðu, er það ekki hægt að orða þannig steini eitthvað með stráka að bæta? Nei, ég skil ekki þessa umræðu. Ég finnst það bara, sorry, maður tók ekki einu sinni eftir honum hjá Hull og maður sá slatta á Hull-leikjum í vetur, svona kannski of marga meira að segja. Ég sé ekki hvað þessi gaur á að bæta og ekki hann að fara að ýta Milner á bekkinn og vinstri bakvörðunum sem eitthvað sem var í rauninni það sem hann dreymt að við myndum styrkja þessa stöðu þannig að Milner þyrfti ekki að kóra hann þótt að hann hafi staðið sér vel. Og dreymir þetta nú alls ekki staðfest sko, þetta er bara svona háværsluslögur í dag, við halda því til það sko. Já, ég meina fyrir sumar var það hann og eitthvað Sísvel hann hjá Leicester sem komst ekki í Leicester-liði sem skeyt upp á hnakka sko. Ég er ekki að átta mig alveg á þess vinstri bakvarðar umræður sko. Svoleiðis strákur núna, árinu eldri, hann er ekki einu sinni minnst á hann sko, það er svolítið magnað. Nei, ég meina hann gerði ekkert í fyrra og samt var hann Fuchs eða hvað hann heitir sem var hann að held honum út úr liðinu ekkert að gera heldur, þannig að Fox. Ég botni ekki alveg, vonandi er þetta bara skot út í bláinn hjá þessum blessu fréttamönnum og meðan fókusinn er annar staðar, en ég vonast til að fá betri orðróma ef hægt að komast þannig á orði. Ef ég ætti að fara í einhvern Breta þá myndi ég vilja sjá það bara vaða í Bertrand aftur sko. Ég hef meiri segja jafnvel verið til í millibæls ástand og taka bara Guy Clichy bara sem á frí transfer frekar en eitthvað svona gaur. Ég held að það sé ekkert ólíkt, þessi strákur sé ekkert ólíkur Ryan Bertrand fyrir 3 árum sko, en það getur verið vitleysa. Mér þetta ekki að mér þykir eitthvað brjála spennandi en þeir vonandi vita hvað er að gera en örstuð steini í lokin á Van Dijk slúðrinu finnst þér eitthvað hafa breyst í þessum mánuði núna sem er búið að líða frá því að
hvað segja klúbburinn gaf út afsökunarbeiðni, er þetta eitthvað líklara eða ólíklara, finnst þér núna? Nei, ég held að sé alveg af og frá ennþá og hérna þeir fara ekkert í hann. Ég veit að mér finnst einu sem hefur gerst, mér finnst líkurnar hafa aukist á að hann verði bara áfram 1 ár hjá Southampton og þá fer það bara eftir hvað Klopp gerir varðandi miðvörðarstöðuna. Ef hann kaupir einhvern öflugan miðvörð að þá bara Van Dijk bara alveg út úr myndinni. Ef hann gerir lítið þar í þeim stöðum að þá gæti maður svona dregið þá ályktun að hann væri að fara að bíða þangað til á næsta sumri. Eitthvað við þetta bæta, Kristján, Van Dijk? Já, bara endurtaka mín orð frá því í vor. Ég er rosalega ánægður með Salah og ef að Keita kemur er rosalega ánægður með það líka. Þessi Solanke er mjög áhugaverður strákur en ég kallaði eftir því að varnarvandamálin væru einfaldlega löguð í sumar og þessi Keita hreyfing strax í lok tímabils, þessi Van Dijk hreyfing segi strax í lok tímabils, svona sýndi mann það að Klopp ætlaði að taka þetta alvarlega og gera eitthvað almennilegt þar í málum. En svo fór það eins og það fór. Það áhugaverða hins vegar á þessa mánuði síðan að þessi afsökunarbeiðni birtist og hann alltaf bara dó allt slúður þar í kring er að það hefur ekki einu sinni heyrst menn er ekki einu sinni að reyna að skrifa einhverjar langsóttarfréttir aðra miðverði í stöðuna. Og þessi Robertson er nánast svo eini þeir töluðu eitthvað einhvern hann að Monaco-gauri Mendy eða eitthvað en hann er að fara til City og svo er það bara Robertson í bakvarðarstöðinu og ég þekki Robertson ekkert, ég tek alveg undir orð Steina ég vona menn sækja almennilegan gaur í þá stöðu því að þetta bara liðið var frábært sóknarlega á síðustu leiktíð en það bara skaut sig alltaf svo reglulega í fótinn og það er það sem þarf að laga og þó svo bætir sóknina og jafnvel miðjuna ennþá frekar þannig að menn stjórnir leikinn betur með Keita inn á miðjunni og skori meira með Salah þarna frammi en halda svo áfram að skjóta sig í fótinn í varnarleiknum og í föstum leikadröfum og slíkt. Þetta eru bara stóru vandamálin í liðinu og ef að Robertson er að koma inn þá bara vona ég að það sé að því að menn eru handvisurum eins og þú segir að þetta sé svona einhver næsti Bertrand eða næsti Ashley Cole eða eitthvað sem á eftir að vera góður hjá okkur. Það verður þá bara komið ljós, hann fær tækifæri til að sanna sig ef hann kemur inn en ég segi eins og Steini heyri ekki neitt í mánuðum nokkurn einasta miðvörð og svo bara Andy Robertson og Hull í vinstri bakvörðinn. Þetta er það sem ég hef stórar áhyggjur af núna miðju sumri. Það reyndar svolítið spennandi sem að Klopp sagði í dag, hann hefur ekkert að halda væntingunum neitt í lágmarki á stuðningsmönnum að það er hellingur jákvætt búin að gerast og við erum búin að gera mjög mikið bak við tjöldin sem að hefur ekki ennþá komið í ljós. Hann er kókrustur, við skulum sjá hverju það hann er ekkert endilega að tala Keita og Van Dijk en hérna það er greinilega töluvert í gangi. Ég veit ekki, það er allir blaðamenn að tala með þetta séu höndurum á Van Dijk núna að mæta til Southampton og gera þeim strax ljóst að hann sé búinn að velja Liverpool og hann muni fara fram á sölu og eins með Keita þá virðist svona vinna best með okkur þar að hann er víst með einhverja klásúlu sem virkjast á næsta ári þannig að þeir fá bara 48 milljónir fyrir hann á næsta ári og þess vegna sé líklegt að þeir muni með seningi samþykkja að selja okkur á einhverja 55-60 ár frekar með missa nótýrar á næsta ári en maður veit ekkert svo kannski er bara Van Dijk dauður pakki eins og Steini segir og þeir eru að vinna einhverjum öðrum á baku tjöldin og eru bara að halda slúðurvélinni svona rækilega frá því það verður bara komið ljós en ég er rosalega ánægður með Salah og ég er mjög spenntur fyrir Keita en ég bíð algjörlega með dæma þetta sumar eftir að sjá hvað kemur í vörnina. Herðu, nú að þessi bili förum aðeins og spáum aðeins í það sem hinliðin hafa verið að gera það sem hafa verið sumri. Steini Wenger var í dag líklega að landa stærsta bitanum það sem hafa verið sumri í Lacazette frá Lyon. Er ekki að viðurkenna það, þetta er ansi gott hjá Arsenal, ekki í meistaradeildinni? Jú, það er bara well played hjá þeim sko. Og sýnir enn og aftur að meistaradeildin skiptir máli en hún skiptir ekki öllu máli. Það er svona framtíðarkonsept og annað slíkt sem skiptir máli hjá þessum strákum sko. Þeir eru ekkert allir alveg bara dúm í hóet. Þeir margir hverjir geta hort á framfyrir akkurat núið og á næsta ár. Þannig að
ef menn að gera 5 ára samninga þá annarkvæmt trúar á konseptið eða ekki en þetta hjálpar það til að vera í meistaradeildinni, það ekki spurning og sérstaklega peningilega séð en Arsenal hafa nú ekkert allavega að segjast ekkert skorta peningin, þannig að þetta var bara stór kaup hjá þeim, virkilega stór kaup. Ég hef margoft sagt að mér hugnast þessi leikmaður mjög mikið, sko, það fyrir utan Aubameyang þá held ég að þetta sé að sá framherji í heiminum sem langaði hvað mest í en ég svolítið hræddur samt fyrir hönd Arsenal manna að þetta þýðir að Sanchez sé að fara, þannig að ég veit ekki alveg hvort að ég myndi telja Arsenal sterkari eftir slík skipti. Ég hugsa að ég myndi telja ef þeim stilt upp hlið við hlið þá held ég að flest allir myndi stilla Sanchez upp sem betri leikmann en hann samt ekki farin ennþá en þetta farið að tikka allhressilega hjá honum. Hann var fúll á móti í lok tímabilsins eða á tímabilinu og á bara 1 ár eftir á samningnum, þannig að ég held að það sé hljóti að fara að koma svona decision punkt. Sáuð Sanchez fréttir dagsins eða? Já, það ekki slúður að vera 400.000 pundum að færa fram á? Ja, ekki slúður, það voru allt, eins og við vitum alltaf eins og með Liverpool fréttir annars staðar, það voru allir blaðamennirnir með þetta allt í 1 klukkan, korter yfir 5 eða eitthvað, 2 tímum eftir að Lacazette var mættur á svæðið, eða hvenær það var. Og það var einhver Arsenal maður sem með á Gunnerblogg eða einhver sem ég með á Twitter sem sagði þetta nákvæmlega fréttin sem nú leikur svona 2 dögum áður en að þeir tilkynna og segja heyrðu we had no choice, við urðum að selja Sanchez til Manchester City því að við vorum ekki að fara að bjóða hann með hann brjála launapakka sem að þeir bjóða hann, þannig að ef ég ætti að veðja á Sanchez að vera til City. Kristján, er hann ekki 29 ára eða 28 ára? Er hann ekki bara komin á það stig á ferlinum að Arsenal bara til í að kassa út á leikmannu á þessum aldri, sérstaklega þeir sem eru svo nerviðir samningsviðræðum, þeir gera þetta við Thierry Henry og runni marga í tíð Wenger sem að hvað segir maður, eftir 28 ára aldurinn og Robin van Persie fór líka 29 ára. Já, það er ekki verið góðar sölur en þeir hafa farið. Það er samt eins og Steini segir, þú ert ekki bara að hugsa peningakassan eða leikmaðurinn missi eitthvað value, ég meina þegar Arsenal voru með sitt besta lið að þá héldu þeir samt leikmönnum eins og Pires og Bergkamp fram með 30 og vel fram með 30. Eftir stendur mér alveg saman hvað Excel-skjölinn Arsenal segja og eitthvað aldurinn hans, 28 eða 9 ára, það er leikmann sem á 2-3 ár eftir alveg á toppnum. 5 svona tíma. Já, og jafnvel lengur sko, eins og Zlatan og fleiri hafa sýnt sko, eða Ronaldo sem er 33 ára núna alveg óður. Eftir stendur eins og Steini segir að leikmaður inn, leikmaður út, ég sé þá ekki endilega fyrir mig vera sterkari með Lacazette inn í stæðan fyrir Sanchez. Nei, svo bara spurning líka hvort hann meistaradeildin sé ekki það stór fyrir honum sérstaklega með á þessum aldri þegar hann er á hátindinum sko, ég held að það hljóta að vera eitthvað sem hann horfir mikið í sko. Hann sá bara líkamstjáninguna hjá honum bara í vetur, hann var ekki sáttur og ég sé hann ekkert vera sáttari með Arsenal í vetur utan meistaradeildar, ég bara segja alveg svo sko. Ekki honum bjóðast alveg kostir annars staðar, hann er bara farið. Ég sé þetta frekar fyrir mér sko, Chelsea eða PSG sko, bara með sóknarlínuna hjá City, það líka væri bara ekki sanngjarnt ef þeir fengju Sanchez. Þeir eru búin að tala að Guardiola vilja, hann bara nánast síðan Guardiola tók við hjá City. Já, það verður spennandi að sjá það, en annar sem já, þeir eru búin að gefa út að þeir hefa gefið án, en það er bara bull náttúrulega. Annars og miklu mikilvægur og skemmtilegar slúður tengt Arsenal. Oxlade Chamberlain, hafið þið einhver að trúa á þessum orðrómi? Hann er sagður að hafa neitað samningi, ég held að það sé nokkuð áræðanlegt, en er hann ekki bara í samningsstríði við félagið? Eða hafið þið einhver að trúa því að Liverpool sé í raun og veru að fara að kaupa hann leikmann? Ég hef trúið því að Klopp hafi áhuga á þessu leikmanni, ég er bara, þetta er öflugur strákur, mjög öflugur strákur, hann er ekkert efstur á óskalisturum, ég ætla ekki að reyna að ljúga því að hann sé ofarlega á óskalisturum, en ég sé alveg af hverju Klopp fílar svona strák. Þetta er kraftmikill strákur, hann getur spilað margar stöður,
klókur leikmaður og hann í stríði við Arsenal, í samningastríði og hann hérna að fara að labba inn í síðasta ár samningsins, Hvað klikkaði á skrifstofunni á Arsenal? Eru þeir ekki bara 5-6 á síðasta ára samningi sko og bara allt lykilmenn eiginlega? Özil og hann og Sanchez. Þannig að ég veit það ekki alveg, ég gæti alveg trúa því að það væri fótur fyrir þessum sögursögnum, en ég held að Liverpool sé að spila svona byggðleik, þeir eru bara skoða og meta stöðuna hvernig þróast það, því að Oxlade-Chamberlain eins og ég segja, þetta er öflugur leikmaður og þetta er ungur leikmaður, hann yngri heldur en margir halda, hann búinn að vera lengi en þeir eiga alveg örugglega eftir að hafa áhuga ef framheldur sem horfir, en síðan hefur maður líka séð það, hann allir bara sitja út samninginn og fara bara frýtt næsta sumar. Já, svo það náttúrulega líka möguleiki, eins og segir, ég held að sé gamall Emre Can, muni kannski ára milli þannig að hann ekki svona vantið tíma sko. Höldum áfram Kristján Atli Guardiola, eins og nefndir á hann er augljóslega farin að taka mikið til hjá City, hvernig myndirðu meta þennan sumarglugga það sem af það 5 farnir og 2 komnir og klárlega fleiri á leiðinni? Bara Guardiola veit hvað hann vill. Mér fannst menn kannski fullharðir að dæma og líka fljótir að bera saman eitthvað hann á móti Klopp eða Mourinho eða eitthvað á síðustu leiktíð. Þetta var fyrsta leiktíðin hans á Englandi, öfugt við hinna. Conte náttúrulega með fyrstu leiktíð á Englandi en hann var að vinna við aðrar aðstæður hjá Chelsea með svipað lið eins og Guardiola. Það svona kannski fór það betur á Chelsea heldur en City, en hann bara í raun og samastað og Klopp var í fyrrasumar. Hann veit núna hvað hann vill ekki, hvað hann getur notað og hvað hann getur ekki notað. Hann strax búinn að láta hann einhverja 4-5 fara. Reynslu mikla leikmenn hjá félaginu. Já, og ég meina þessi Gabriel Jesus sem kom í janúar mjög spennandi og þeir voru tilbúinir að bíða eftir honum fram í janúar og svo eru þeir mjög spennandi þessi 2 sem eru komið frá Monaco og ef hann bæti við ég veit ekki hvað Dani Alves býður honum upp á ef hann væntanlega að koma og svo náttúrulega stóru kaup sumarsins Sanchez hjá þeim ef það málið. Annars ef það ekki málið þá myndi ég bíða eftir einhverjum öðrum stórum kaupum og svo náttúrulega með að Chelsea eru núna búin að kaupa einhvern ítalska miðvörð þá segir maður ef Van Dijk dauður hjá okkur og þá myndi ég veðja á að hann færi til City líka. En þetta allavega, ég sé bara fyrir mér að Guardiola núna búin að taka sér ára á Englandi og nú veit hann hvað hann vill og hvað hann þarf og núna líka verður pressan á honum í haust. Eitthvað City að bæta, Steini? Ég er bara sammála þessu. Ég held að Guardiola sé bara svona þetta í liði. Þeir eru ennþá með alveg skelfilega, ógnarlega sóknarlínu. Tala ekki ef að Sanchez bætist þarna við. Hann virðist vera að targeta síðan á miðsvæðinu. Ég svolítið hissa samt að hvað það virðist lítil áhersla að vera hjá honum á miðjumennina því að mér fannst þeir ofta á tíðum svona að vera veikilkurinn hjá með vettur en þetta ekki búið, ég meina glugginn opnast núna fyrir 5 dögum síðan þannig að Eiga ekki Gundogan inni núna, kemur hann ekki inn núna? Jú, þeir eiga Gundogan inni og Yaya Toure náttúrulega bara kominn aftur með hvernig þetta var fyrir ári. Hann framleiddi samninginn ekki? Mér minnir það, hann framleiddi samninginn núna. En ég átti alveg svona því að sjá þá taka eitthvað öflugan vörðantengið en eins og ég segi, þetta ekkert búið og Guardiola, hann á bara nóga penningu og nú hann bara að fara að púsla inn í þetta alveg bara fullt, þeir verða alveg bara geysilega öflugir. Ég held að þetta þó að sé svona svolítið snemmt að segja það en þetta eru mikil meistaraefni fyrir næstu leiktíð, það alveg ljóst í mínum huga. Kristján, það ljóst að leikjálagið náttúrulega hjá Chelsea verður töluvert öðruvísi á næsta tímabili, við þekkjum það og þeir fá aldrei svona þægilegt leikjaprógram aftur með ekki meistaradeildinni en það virðist nú vera að þetta lið sé líka aðeins að brotna upp hvort sem hann styrkir ekki, ég meina Diego Costa ef hann fer frá Chelsea sumar það ekki bara hægt að tala um það sem eina stærstu fréttum þessa glugga allavega?
Jú, Það virðist eitthvað rosalegt að koma þarna upp á. Nú kostaði það, ég held allir að vera að fara aftur til Atletico, en svo náttúrulega með þeir ekki kaupa leikmenn. Þannig að þá halda þær að hann verði jafnvel kyrr og þeir klára það bara í janúar. En jú, það alveg klárt, ég meina Terry farinn og þá svona ákveð endofinn hjá þeim með Lampard og Terry eins og með Gerrard og Carragher hjá okkur. Og ef hann virkilega að senda Matic til United og ef Costa farinn og svo Hazard byrjar að dara við Real, sá ég einhvern slúðurfréttum daginn, þannig að hvort að það gerist í árið á næsta ári. Ég ætla bara, ég skauti nú fram hann einhvern tímann á fótbolta.net á X-inu í gríni í loka þættinum hann í maí hjá þeim. Ég eiginlega bara aðeins að styrkjast í trúminni þessa spá að Conte klárar ekki næsta tímabil. Abramovich, við vitum hvernig hann árið eftir titilár og ég sé fyrir mér ákveðin, það eru kynslóðskipti þarna, svona good old boys að brotna upp og það komið nýjir leikmenn í staðinn og það ekkert gefið að þeir finni fjölina jafn harkalegu hinir, sérstaklega ef hann allavega að missa annan af tveimur svona stólpunum sem drógu vagnin í sóknarlínu fyrir hann á síðustu leikti. Þetta voru Costa og Hazard voru geggjaðir og þetta var ekki neitt rosalega mikið annað. Það var enginn eitthvað að fara að gefa Fabregas eða Willian eitthvað brjálu aukaverðlaun fyrir þetta tímabil sko. Og Chelsea gæti alveg lent í vandræðum. Þeir gætu líka alveg feiki sterkir og þetta gæti allt smollið. Ég Conte náttúrulega maður sem við vitum að kann að vinna deildakeppnir og veit hvað hann vill væntanlega eins og Guardiola eftir fyrsta árið í Englandi. En hitt kemur ekkert óvart heldur. Það eru konið eitthvað bölva bras og út í hotn í meistaradeildarriðlinum sínum í nóvember og eitthvað svona kjaftaði sko. Heldur að Lukaku, heldur að endið þar til dæmis? Mér finnst það mjög líklegt. Hann er náttúrulega bara svona típa sem hann getur farið í þetta Costa hlutverk. Ég er alveg sammála Kristjáni með að þetta Costa dæmi að þetta er stórfurðulegt. Hann Conte bara virðist hafa bara gefist upp á hann, bara eitt fyrir bingo. Costa spilaði gríðarlega stóra rullu. Þeir hafa verið svolítið svona annað hvert ár lið Chelsea og ég held að haldi bara áfram. Ég er ekkert rosalega bjartsýnn fyrir þeirra hönd fyrir næsta tímabil. Líka sko, hann kom öllum á óvart með þessu nýja leikkerfi, þá fór alltaf stað hjá þeim. Við höfum oft séð í enska boltanum einhver ný tilbrigða leikkerfi og það tekur tíma að svona fyrir að finna svörin við þeim. Og ég er ansi hræddur fyrir Chelsea hönd, ekki það sem ég eitthvað eftir að missa svefni við því að menn eigi eftir að svona ná að sjá við þessu kerfi betur og næsta tímabil verður mun erfiðara fyrir það og eins og ég sagði hann sé ég fram á að gæti orðið bara ógnvænlega sterkir og ef ég ætti að tippa á meistarann núna þó að lítið sé búið að gerast á markanum að þá finnst mér það svo margt sem mér finnst benda á þetta City. Þeir eru með svo flotta menn í þarna De Bruyne og Silva og þessum gaurum að ég hef einhvern veginn minni trú á Chelsea fyrir næsta tímabil. En það er mikið eftir að gerast í gluggunum. Talandi litla trústeini, það er alltaf að gerast hjá þeim bláu þessa stundina. Þeir eru eiginlega að liðinu og leikmannamarkanum og var svona svelti fyrir sér, sérstaklega þeir kannski ná að halda eins og Lukaku heldur Everton sé að gera, það er greinilega læti í þessum nýja eiganda, maður myndi ætla það, búið að tilkynna nýja völl og þeir eru nú búin að kaupa slatta leikmönnum, heldur að þeir séu með þessu að gera alveg alluga að svona komast inn í þennan topp pakka og gera þetta 7-liða baráttu, ekki 6-liða? Nei. Þeir eru reynda búin að tilkynna nýja völl eitthvað held ég 8 sinnum á síðustu 5 árum. Ekki eins ítarlega, ekki eins afgerandi þeir gerðu síðast. Já, þeir voru á Kingstock og síðan voru þeir komnir með Costco eitthvað staðar hann upp í Hvernig líst þér á þessi leikmannakaup hjá þeim eða förum að séu bara, þeir eru ágætis kaup? Þetta eru ágætis kaup á Everton mælikvarða, bara góð á Everton mælikvarða. Það eru bara, þetta er efnilegu markmaður, þessi Pickford. Við höfum reyndar nokkur sinnum sjálfur farið í svona efnilega markmannapakkan sem skilaði frábærum árangri bæði í Kirkland og Carson. Þessi Keane, ég
var hoppandi þegar ég sá að það var verið að linka hann við Liverpool, ég vildi ekki sjá hann bara fínn þarna, en þetta ágætis leikmaður en engin, allavega ekki ennþá í mínum huga einhver rosaklassi yfir honum. Þessi Klaasen, ég sá nú nokkra leiki með Ajax og þetta fínn spilari sko, engin afburðaspilari, allavega ekki það sem ég hef síðan, en bara fínn spilari og var náttúrulega... Í stað þess að tekur Barry út eða eitthvað svoleiðis, en ekki bara á miðjunni þessi strákur? Jú, og örugglega klár bæting, það er ekki spurning. Og hörku leikmaður, ég meina hann var kosin leikmaður ársins í Hollandi og bara, þeir eru að styrkja sig, það er ekki nokkur spurning. Síðan veit ég ekki með þennan Spánverja hann í framlínunni og síðan er náttúrulega Rooney að koma. Það er alveg, það er náttúrulega, hann núlar út öll önnur kaup sko. Það er bara eins og það er bara, hann tekur allt budgeti sem eftir er í launapakka og verður með fast sæti í byrjunarliðinu og heldur út mun betri leikmann, þetta er flott. Veistu hvað er það besta Steini við ef að Rooney færi þangað og ef að Gylfi fer þangað líka, það er það að Rooney fengi að taka allar aukaspyrnur og það er hilarious í heila mitt að við vitum svo vel hvað Gylfi getur með boltan í fyrstu leikandurinn, það er ógeðslega fyndið. Hann fengi að taka allar aukaspyrnur allt, hann væri svo mikill kóngur þarna. Ég er bara svo hissa á því svona ef við bara sleppum öllum gríni. Ég er bara svo hissa á því að Rooney sé ekki að fara að reyna að framlengja ferilinn eitthvað og fara til Bandaríkjanna eða Kína eða eitthvað og kassa inn að því að ég er mjög góður hvað það er orðinn of hægur og þungur í þennan enska bolta allan með hvernig síðustu 2 tímabil hafa verið með Man United. Þannig að en gott og vel, þetta er rómantík hjá honum að koma á. En ef þeir takar Rooney, heldur það komið það ekki að kostna að Gylfa, þú veist, er það ekki annar hvor alltaf? Þeir eru rauninni fatt að spila svipaða stöðu þannig séð, sko. Ég hef ekki trú að þeir sé að fara eftir Gylfa, það sé alveg svo en það á náttúrulega eftir að skýrast betur með Ross Barkley, sko, en... Nei, er ekki nokkuð ljóst að hann er að fara? Var ekki komið svona tókstrjót á milli þeirra í lok gluggans og hann er ekki að skrifa undir samning og... Jú, en síðan bara kemur í ljós, ef það er lítill áhugi hjá einhverjum alvöru liðum fyrir Ross Barkley, akkur í ósköpunum mætti hann þá að vilja fara? Haldið að hann vilji vera að fara yfir í West Bromwich Albion eða Stoke eða eitthvað svoleiðis? Ég sá kannski Tottenham meira fyrir mig, sko, eitthvað svoleiðis. Já, haldið að Tottenham hafi áhuga á Ross Barkley? Ekki líka fyrir þann pening sem Everton vilja fá fyrir hann. Það stefnir allt í að Barkley þurfi bara að lækka í sér rostan og læra að haga sig eins og maður á æfingarsvæðinu. Ég held að Koeman sé bara allan svolítið upp í sumar. Hann er aldrei að fara til lið sem er betur en Everton og þann pening sem Everton vill þegar hann kemst ekki liði hjá Everton. Ég held að einmitt að sú saga sé ekki sé ekki komið lokakaflinn í þessa sögu. Ég er ekki viss að hann fara neitt. Nei, en svo náttúrulega eins og tölum við á hann, ef að Lukaku fer þá fer það svolítið stór biti á móti þessum pakka sem er nú þegar búið að bætast við, sko, það jafnar svolítið út. Þannig að spurning hvort þið sé að nota þann pening í að fjármagna þessi nýju kaup eða hvort þetta sé alvöru peningur í þessum eiganda. Það verður svolítið spennandi að sjá það. Þeir allavega að vera sterkari, ég held að það sé nokkuð ljóst. Eins og staðan er núna, ef þeir halda þessum leikmönnum og þetta verði hrein viðbót, þá er þeir að styrkja sitt talsvert. Ég hef ekki trúið því að það sé nóg styrking til að komast í þennan meistaradeild bara eftir pakka, sko. Kristján, hinnir ekki fjendurnir, sko, Mourinho er alltaf bestur á öðru tímabili með liðið og ég heldur hann sérðu fyrir hann sé fara að breyta þessum hópi eitthvað mjög mikið. Hann er kannski ekki þekktur fyrir það, þegar frekar í fá og stórkaup, en hvað er hann búinn að gera núna aftur í sumar og hvernig heldur þetta spilist á hann? Það er bara þessi varnarmaður frá Benfica, þessi Svíi. Þessi Lindelof, ég veit lítið hann, menn eru spenntir fyrir honum, hann á víst að vera góður. Og það er enginn farin ennþá, náttúrulega Matic er orðað við Mourinho á miðjuna, það væri náttúrulega Mourinho ljóstu kaup sem hann gæti gert í sumar. Það er eitt farin þetta, má alls ekki gleyma því. Zlatan? Já. Nei, ég menn hann er á frjálsum samningi en þeir segja að hann ætli að vera áfram í United og hann muni bara æfa og koma sér í gír með liðinu. Hann er búinn að kveðja. Ég held að hann er búinn að kveðja? Já, hann er búinn að kveðja.
þá hef ég mistað því, en ég meina, Já, hann er búinn. Skarfrið skildi ef þeir fá, ég held að þeir myndi jafnvel bara fá hann inn aftur eftir áramót. En það er náttúrulega... Það er skildi, en það er líka nokkuð ljóst að þeir þurfa að reisa nafn í sóknina. Og ef að Zlatan og Rooney að fara, þá er náttúrulega að fara rosaleg reynsla úr framlíninu og það er alveg ljóst. Og þó svo að þeir allt tala að Rashford og Martial og Lingard og allir þessi gæjar geti stíð upp og bætt þessi svæði, þá verða þeir að taka inn leikmann og það er svolítið spes, til dæmis eins og með Lacazette, ef þeir reyndi ekki einu sinni með hann, þá spyr maður sér svolítið hvað eru United að hugsa í sumar. Við vitum þetta Griezmann dæmi var skrúðlíkill í tannhjóli hjá þeim alveg svakalega, en þeir hljóta þá að vera að hugsa eitthvað annað. Það er kannski spurning hvort að það sé töfin og Lukaku sölunni sem að menn héldu allir að vera til Chelsea sé kannski svo að Mourinho sé svolítið að sækja hart á hann. Það er það eina sem mann dettur í hug. Ef svo er að Lukaku sé að hugsa að fara þangað, þá er hann bara ekki bara naut á velli, þá er hann naut heimskur líka því að það er náttúrulega Mourinho sem hefur ekki haft trú á honum bara í gegnum tíðina. Mourinho salaði hann alveg svakara. Já, ég bæði lánaði hann út og seldi hann síðan fyrir restir. Ég á búin að gleyma þessu Morata slúðri, hann náttúrulega virðist vera á leiðinni. Já, Morata aftur á móti eru kaup sem ég geti vel sætt mig við hjá Man United. Ég er að veit að þeir eru að fara dæla út mikið af peningum og það sem ég hef nú séð töluvert af Morata og það sem ég hef séð á honum er sko svo stjarnfræðilega langt frá því að vera eitthvað 70-80 miljón pund að virði að bara be my guest. En er ekki líka rétt muna hjá mér að Ricky Lambert er með klásúlu í sínu samningi? Hann geti farið. Ricky Lambert? Já, ég hugsa að hann bara myndi aldrei taka niður fyrir sig. Já, meira það. Herðu, síðasta liði af þessum svona stóru, það er, Steini heldur þetta sé að hafa áhrif á Tottenham, nýri heimavöllur. Núna eru þeir bara fulli að byggja nýja völl, við munum hvaða áhrif allavega Wenger sagði þetta hefði á innkaupastefnu Arsenal, heldur að Tottenham sé að fara í eitthvað svipað á allir þessu glugga og jafnvel næstu. Það er ekkert ólíklegt að þetta hafi áhrif á budget. Sko, þeir voru ekki eins og orðaði við Sala. Ég man ekki eftir að Liverpool hafa keypt leikmann sem var ekki orðaði við Tottenham, sko. Já, þeir hafa bara held ég ekki verið orðaði við neitt, sko. Það er helst Gylfi Sig tilbaka. Og Sessegnon, ok. Já, og hann bara ákvaða að taka feitan díl hjá Fulham í staðinn, sko. Það er bara að keyra á algjörlega óbreyttu lið. Það er rosalega sjaldgæft í dag að eitthvað af þessum toppliðum hvorki selji kaupi. Já, sko, maður hefur samt á tilfinningunni að þeir komið til með að halda sínu mannskap og það er náttúrulega bara... Kyle Walker er mjög ólíklegt að hann halda áfram. Hann hafa búið að taka hann úr liðin út en hann vildi ekki skrifa undir samning og er ekki verið orðað hann við City á fullu. Já, ok, gott og vel. Hægri bakvörður út sem að spilaði svona cirka rúmlega helmingin. Hann, hvað heit hann, Trippier eða svo sem að kom inn og spilaði bara mjög vel í stöðun hans. En það er bara að varna sig úr unnin hjá Tottenham ef þeir halda svona flestum af sínum kanónum í liðinu. Og í rauninni er ekkert mörg göt sem að þeir þurfa að stoppa í og meira segja menn eins og Moussa Sissoko. Ég hef enga trú að hann verði afburðaslakur og hann var í vetur hjá þeim. Þeir eiga hann til dæmis alveg inni. Þessi hollendingur sem þeir keyptu að hann getur heldur ekki verið svona slagur, þannig að ég held að verði svona ákveðin varnarsigur hjá þeim að bara halda sínum bestu mönnum. Þeir allir með hörkulið á góðum aldri, sko, það er rétt að þeir. Hörkulið á góðum aldri og síðan verðum við líka að horfa á það. Það er 50 fucking júlí. Já. Og það eru bara 2 heilir mánuðir eftir á glugganum, þannig að það er engin svona, það sé sko velta upp að það er engin svona afgerandi saga í kringum Tottenham eins og öll hin liðin sem eru svona öll augljóslega eftir einum stórum kaupum. Maður sér ekkert svolítið í kringum Tottenham, ekki ennþá allavega. Kannski er það bara well played hjá ég hugsa að þeir hljóta að vera að gera eitthvað á bak við tjöldin. Ég bara trú ekki að liða á þessu stað og þessu kaliberi sé ekki að vinna í einhverjum kaupum og það er bara snilt hjá þeim að þeir bara haldi spilunum það þétt upp að líkamannum að það sér bara enginn á þau. En
aftur á móti er samt eins og þú segir skrítið að því að yfirleitt þegar að félög hafa náð að gera það að þá bara búa menn eitthvað til en þeir nenni ekki einu svona búa til fréttir Tottenham. Ég sá Kristján aðeins áhugaverðast pælingu varandi líka Tottenham næsta tímabili að ég held að White Hart Lane sé næst minnsti völlurinn í deildinni og þeir eru að fara á held ég næst stærsta á Wembley. Það er alltaf líka eitthvað svoleiðis sem að þeir hljóta að hafa aðeins áhyggjur af þó að það líka bara er ekki hægt að horfa á þannig að þeir sem er að fara að mæta þeim á Wembley peppist bara upp við það eitt að mæta á Wembley sko. Jú, þeim gekk ekki vel á Wembley í meistaradeildinni og síðustu leiktíð. Þannig að það verður svolítið öðruvísi fyrir þá. Heimavöllurinn var sterkur því ég meina þeir fóru nánast án þess að tapa stigi, bara nánast á síðustu leiktíð og það var alveg grunnurinn að velgengninni hjá þeim. Þeir voru rosalegt heimalið og ég veit ekki, það hin liðin virðast öll ætla að styrkja sig svo mikið í sumar. Ég skil það vel ef þeir eru kannski í erfiðri stöðu út af því að þeir eru að byggja völlin og annað en ég myndi halda þá að ég sé ekki fyrir mér, þú veist, bara þessi uppsveifla í Tottenham halda áfram nema að gera eitthvað til að halda henni við. Og það verður áhugavert að sjá það ef þeir fara með óbreytt lið inn þegar allir í kringu þá eru búin að eyða peningum eins og engins í morgundagurinn. Það kalla ég svolítið svona smá kjark hjá Pochettino og þeim sem reka félagið og það verður þá áhugavert að sjá hvort það gengur upp hjá þeim. Það er ákveðið veðmál. Þannig ein létt spurning er hvaða lið með stærri völl heldur en Wembley? Er ekki, ég tók það sem svo Old Trafford væri með leikvöllunum þar væri þá stærri. Nei, ég held að muni 20.000 eða. Nei, ég er ekki að tala um það, ég er að tala um grasið, þú veist, stærðin á vellinum sjálfur. Já, ég náði því ekki. Nei, ok, ég myndi ekki áhorfendafjölda, sko. Já, ok, nei. Ok, frímerkið sjálft. Já. Ég hef bara ekki vitað, ég verður bara... Er þá ekki Anfield að verða? Anfield hefur alltaf verið það ekki verið með minnsta grassaði. Já, ég held að það sé ekkert mikið stærri en þannig séð en... Þeir náðu að stækka það aðeins núna með nýju stúkunni, hún er aðeins fjær. Já. Þannig að þeir eru búin að vera undan þá mjög lengi, sko. Menn er að spila nú hliðalínu þar sem að Shankly stóð og Daglís. Já. En oft hefur maður þetta vilja, held ég þetta hafi hamlað Liverpool frekar en hitt, sko, að hafa völlur á lítinn, sko. Algjörlega. Sérstaklega móti liðin sem pakki vörð, sko. En það fyrir bara þetta leik til er eitthvað annað áhugavert sem ykkur dettur í hug úr svona hinum liðunum í deildinni sem hefur verið að gerast í sumar? Er eitthvað stórt svona, maður náttúrulega Gylfi Sig sagan hér á Íslandi en Já, Tony Pulis keypti sóknarmann. Það leiði næstu yfir mig þegar ég sá það. Og hann er ekki einu sinni skallatennis spilari, sko. Nú? Jay Rodriguez frá Southampton. Við færum til West Brom sá ég kæri mér ástæða svona að vera með fyndnari fréttum sumarsins, ég sagði með kall greið í hvað þróttir menn komnir að vera svona ball playing sóknarmaður og velja að fara til Tony Pulis. Svo er náttúrulega spennandi að sjá, það er náttúrulega komið nýjir stjórar í nokkru liðum eins og Crystal Palace, maður spurning hvort að þeir hafa ennþá áhuga á Sakko, það er sagt að hann sé búinn að semja kaup og kjörðar, ég veit ekki hvað maður á að trúa í því og spurning náttúrulega líka heldur hvað stjórinn hefur mikil áhrif á það, sko. Já. Hvar haldið að hann endi? Heldur hann endi þar eða? Ég sjálfsögðu er hljóta að horfa í það hvernig hann kom inn í liðið á síðasta tímabili og þegar menn er að máta menn að liðinu sínu að þá hlýtur það að hafa áhrif að menn hafi komið svona inn eins og hann gerði og bara flíspassaði inn í liðið og var bara með betri mönnum. Maður myndi allavega reikna með að þú værir að taka út ákveðin óvissu faktor þegar þú ert að punga út mikið af peningum fyrir leikmenn að þeir hafi nú þegar verið mátaði við lið. Ég finnst það ekki ótrúlegt, þetta er bara held ég spurning þó kaupverð. Það er bara morgun ljóst að hann náttúrulega þarf að fara og hann veit það, Liverpool veit það og það vita það allir. Versta við þá stöðu er að bargainingsstaðan hjá Liverpool er verri. Bargainingsstaðan hjá Sakko sjálfum er betri
og í rauninni í þessu tilviki Crystal Palace, þannig að ég efast við fáum fullar 30 milljónir punda fyrir hann, en ég held að menn komi samt sem áður til með að stíga svona fast inn í þetta og reyna að ná hæsta mögulega kaupverðið fyrir hann. Nákvæmlega, ég held að látum þetta gott heita í kvöld við Liverpool þeir eru komin til æfinga, mest allur hópurinn, ég held að þeim bætist við á næstu dögum megnið þeim fyrir utan kannski Emre Can sem að fær líklega lengra frí en allir hinnir þar sem hann er búinn að vera í landsleikjahléi lengur en allir hinnir. En við Liverpool á leik eftir einhverja rúma viku og annan stutt þar á eftir, þannig að vonandi verðum við með 2 leiki til að ræða í næsta þætti og jafnvel 2 nýja leikmenn og einhverjir farnir. Við allavega tökum nýja rúnd ef ekki segja þetta svona 2-3 vikur á hópnum og segja þetta gott í bili.